Í öllum þessum látum og hristingi þá kom mér ekki í huga neitt sérstakt til að hafa sem nokkur orð í dag annað en það sem stendur okkur næst og það að biðja. En í daglegt líf í dag lítill kafli sem að segir mig líka að kæmi sér vel fyrir fólk að hugsa út í þegar það þarf að róa börn. Það nóg af fólki í dag sem að við könnumst við, þarna suður með sjó, sem að kannski lendir í virkilegri kreppu vegna þess að það vantar trú. Og í öðru Tímóteusarbréfi og öðrum kafla í versunum 1-3 segir: Styrk þú þá, sonur minn, í náðinni sem fæst fyrir Krist Jesú. Þú skalt og að þínu leyti illt þola eins og góður hermaður Krist Jesú. Í öllu sem snerti framgang starfs Guðs verður að vinna fyrstu sigrana í heimilislífinu. Þegar sleppir ögun heimilis og skóla verða allir að horfast í augu við hinn stranga aga lífsins. Skýra ber fyrir hverju barn og ungmenni hvernig eigi að taka honum skynsamlega. Satt það að Guð elskar okkur, að hann vinnur að hamingju okkar og við hefðum aldrei kynnst þjáningu ef lögmáli Guðs hefði alltaf verið hlýtt. Það ekki síður satt að í þessum heimi hlýtur hver maður sinn skerf af þjáningum, vandamálum og byrðum sem afleiðingu syndarinnar. Við getum gert börnum og ungmennum ævilangt gagn með því að kenna þeim að taka þessum vandamálum og byrðum með djörfung. Þó við eigum að sýna þeim samúð ætti það aldrei að vera til þess að ýta undir sjálfsmeðöngun hjá þeim. Þau þarfnast þess sem örvar og styrkir fremur en veikir. Það ætti að kenna þeim að þessi heimur ekki staður fyrir skrúðgöngu heldur stríð. Allir verða að þola erfiðleika eins og góðum hermönnum sæmir. Þau eiga að vera styrk og koma fram á karlmennsku. Kenni þeim að þeir sanna próf á lundernið að finna í fúsleika til að axla byrðar, að taka að sér erfiða hlutverkið, að vinna það verk sem gera þarf, þó að því fylgi engin jarðnesk laun eða viðurkenning. Ekki hægt að leggja meiri bölvun á heimili en þá að leyfa unglingum að gera það sem þeim sýnist. Sé staðið gegn freistingu eitt sinn, gefur það styrk til að standa enn óhaganlegri hið annað sinn. Sér hver nýr sigur á okkur sjálfum mun ryðja braut æðri og háleitari sigri. Hver sigur frækorn, sá til eilífs lífs. Þetta vakti mig til umhugsunar vegna þess að, fyrir nokkrum dögum var ég að lesa umsagnir á netinu og sumir vilja slaufa ákveðinni jólabók. Hún svona samskipti foreldra og barna og hún segir frá lítilli stelpu sem fekk kartöflu í skóinn sinn. Af hverju? Jú, hún var óhlýðin og hagaði sér illa og það var búið að segja henni að hún fengi kartöflu í skóinn, þó það meiði nú engan sérstaklega mikið. En það voru mæður í þessu þjóðfélagi okkar sem ákvaða að slaufa þessari bók af því að það á ekki að aga eða skamma eða láta börnin finna til vanlíðanar vegna þess að þau hafi hagað sér illa. Þær töldu þetta væri bara réttur barnsins til að tjá sig og verða reiður og allt þar fram eftir götunum. Og þetta vakti mig til umhugsunar þegar ég las hana kafla að við erum svolítið á þeim stað núna að hluti heimsins, hluti foreldra nútímans, þau vilja ekki aga börnin og það má ekki setja nein mörk og við þekkjum þetta öll sem hér minni. Það komið út í það að markaleysi fremur normið heldur en hitt. Markaleysi í öllum skilningi. Og það má helst ekki eins og nefna kyn barns við fæðingu liggur við hjá einstaka fólki. Þannig að hvert erum við komin og hvernig gengur foreldru núna þeim sem eru svona mikið inn í nútímanum að aga börnin sín eða róa þau niður eða hughreysta þau þegar að ósköpin dynja yfir eins og jarðskjálftarnir og eitthvað yfirvofandi stærra heldur en við getum haldið utanum.
Ég spyr mig að þetta brýnir, þetta mun gefa mörgum reynslu, en ég ætla ekki að predika það í dag, ég fór alveg á stað áðan með það. Það sem ég vil gera að lokum með þessum nokkru orðum það að leggja þetta allt í bænina. Kæri himneski Faðir, Drottinn Guð, við hugsum til þeirra sem eru hræddir, órólegir, kvíðnir. Drottinn minn langar til að leggja alla landsmenn, sérstaklega á Suðurnesjum, fram í þessari bæn. Ég bið þess, heilagi Faðir, að þau læri og hugsi og heilagur andi komið til þess að kveikja á því að það þú sem vakir yfir, ekki fjöllin í kring, eins og margir sem horfa á náttúruna sem einhverja magnaðan mátt. Náttúran sköpuð af Drottni, þér, heilagi Faðir, og viðbrögð hennar í dag og ástand það sem þú sagðir okkur fyrir í orði þínu. Svo ókyrðin og allt það sem því fylgir Drottinn. Ég bið þig að beina hug og hjarta fólksins til þess að ákalla þig og biðja þig að vernda byggðirnar og þá sem búa á þessum svæðum. Því að fjöllin geta ekki svara bænum og náttúran getur ekki svara bænum, aðeins þú, himneski Faðir. Þess vegna vil ég leggja enn og aftur alla þá sem lifa þarna við þennan kvíða og þetta ógnandi ástand, biðja að leggja þeim heilagan anda í brjóst að vakna til meðvitundar hver svarar bænum. Ég lofa þau og vegsama í Jesú nafni. Amen.